Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 217 og segi fund hér með 16. Til fundarins eru mættir aðalmenn Guðveig Eyglóardóttir, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Magnús Smári Snorrason, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Finnbogi Leifsson og sú sem hér tala Lilja Björg Ágústsdóttir sem stýrir fundi. Varamenn að þessu sinni eru Kristín Erna Guðmundsdóttir í forföllum Davíðs Sigurðssonar. Starfsmenn fundarins að þessu sinni eru Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri og Flosi Sigurðsson sviðsstjóri sem ritar fundargerð. En það eru 37 liðir á fundardagskrá og okkur er ekkert að vanbúnaði og því ætla ég að bjóða Þórdísi Sif sveitarstjóra fyrsta í pontu. Gjör svo vel, Þórdís. Já, forseti, sveitarstjórnar fólk og aðrir áheyrendur. Ég ætla semst að segja eins frá, fara með skýrslu sveitarstjóra, eins og ég hef gert á síðustu fundum. Það eru nokkur mál sem eru alltaf til staðar hjá okkur sem við höfum verið að gera grein fyrir og önnur sem við höfum kannski ekki mikið rætt um. Miklar áhyggjur hafa verið hjá íbúum sveitarfélagsins að ekki takist að manna læknastörf við heilbrigðisstofnun hérna í Borgarnesi að heilsugæsluna, en það horfir vel við núna og samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisstofnun Vesturlands þá er búið að manna nær allar læknastöður við heilsugæsluna og í rauninni meira heldur en hefur verið undanfarin ár, þar segja fleiri stöðugildi. Grunnskólanir okkar fóru vel af stað og núna í lok ágúst og höfum við bara heyrt vel af því, farið hvernig þau mál eru, en nú er jafnframt verið að vinna að nýrri skólastefnu og svona ákveðið ferli í gangi þar sem er verið að fara að leita til nemenda, foreldra og starfsfólks. Einkunnadagurinn var haldinn hátíðlegur með pomp og prakt í ágúst þar sem einkunnanefndin, skógræktin og ferðafélagið nýstofnaða stóðu að einkunnadeginum og það var bara mjög góð þáttaka og mikið sem gerðist á þeim degi. Mikið verið að bera í stíga og merkja leiðina frá borg að einkunnum og svona verið að bara gera leiðirnar þarna betri á einhvernum. Húsnæði við Digranesgötu 2 sem sveitarfélagið keypti fyrir Ráðhúsið, við fengum það aðeins núna 1. september og erum við núna í hönnunarferli þar eða svona skipulagsvinnunni hvernig við ætlum að staðsetja ykkur í húsnæðinu og hefur farið fram samráð við starfsfólk, hefur verið að vinna úr þeim gögnum sem kom úr samráðinu og svo höldum við áfram og vonandi getum við flutt þar inn svona fyrri hluta næsta árs. Hugsanlega verður hluti starfsemi Ráðhússins flutt þar inn en við munum ekki fara að nýta þetta að taka á móti gestum þar strax. Það var spinninghópur sem safnaði fyrir starfsmenn Öldunar, spinninghópurinn Spinnigal. Stóð fyrir flotti svona samfélagsverkefni þar sem þau hjóluðu og söfnuðu áhættum til þess að styrkja kaup og búnaði fyrir starfsmenn Öldunar sem hafa verið að setja sér markmið í að hjóla eða labba til dæmis frá Borgarnes upp í Stykkishólm eða hjóla og labba allan hringinn á næsta ári. Þannig að þetta er svona mjög skemmtilegt þar sem að þau eru ekki að gera þetta í raunheimum heldur á vinnustöðunum. Við erum að auglýsa eftir styrkjum til menningarmála og hvetja alla sem eru að hlusta hérna á að kíkja á heimasíðu Borgarbyggðar og sækja ef það eru einhver menningarverkefni sem þeir eru með, bara að gera. Því meira af umsóknum því betra og ef þið sækið ekki þá fáið þið ekki styrk. Það er búið að stofna nýsköpunarnet Vesturlands sem er það markmiði að tengja saman alla þá aðila sem eru í nýsköpun og vilja vinna að nýsköpun á Vesturlandi, fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga. Og hvet ykkur til þess að lesa grein eftir Pál Snæ, framkvæmdastjóra SVAF og Gísla Gíslason sem er formaður starfshóps
nýsköpunarnet Vesturlands. En þetta eitthvað sem ég held að við getum gert enn betur í og hugheimar séu svona eitthvað sem við þurfum að halda áfram að huga vel að. Nú ár komið frá því að við samþykktum skipulagsbreytingar í sveitarstjórn og það hefur mikið umbótastarf átt sér stað í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Sú vinna mun halda áfram á komandi mánuðum en tilgangur var að efla gæða og verkferlamál, auka teymisvinnu, styðja við nýsköpun, mannauðsmál, stafrænar breytingar og umbætur og verklagi. Það er mikið að gerast og við erum alltaf með þessa þjónustu hugsun að leiðarljósi og við erum nýlega búin að setja okkur þjónustu stefnu sem við erum að fara að innleiða. Aðdragandi þessar breytinga var langur en lagt var í mikla greiningavinnu sem leiddi í ljós ákveðna annmarka sem að flest okkar vita af sem að við erum að reyna að vonast til þess að koma í veg fyrir að verði miklir þegar þessi vinna er búin. Það er sem sagt mikil umfangsmikil vinna sem stendur yfir skipulags- og byggingadeild sérstaklega varðandi gerð verkferla og svona gæðahandbókar. En það hefur mikil endurnýjun orðið á starfsmönnum sviðsins eða deildarana, skipulags- og byggingadeildar, en sá sem hefur starfað lengst í skipulags- og byggingadeild hóf störf í janúar á þessu ári. Haustþing SSVF í næstu viku og munu fulltrúar borgarbyggðar fara á það. Ég var að koma af svona fundi stjórnenda eða sveitarstjóra og bæjarstjóra í sveitarfélögum á Íslandi og svoleiðis fundir þeir veita manni alltaf ákveðna innsýn inn í hvað er að gerast annars staðar og maður kemur svona svolítið valdeldur tilbaka. Það er virkilega gaman og vil ég þakka bara nota þetta tækifæri til þess að þakka Vestmannaeyjum kærlega fyrir gott heimboð. En takk fyrir að sinni. Takk fyrir þetta, Þórdís. Forseti ætlar að fá bætin einum lið á fundardagskrá. Það mun vera álagning fjallskila vegna fjallskilanefndar Brekku- og Svignaskarðsréttar. Sá liður mun koma undir 27. lið á fundardagskrá og biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkir þessa breytingu á dagskrá vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. En þá erum við komin að lið 2 á fundardagskrá. Hann ber heitið Alþingiskosningar 25. september 2021 og er númer 2108-048. En hér með lögð fram kjörskrá fyrir alþingiskosningar sem fer fram þennan dag ásamt yfirlitum fjölda eftir kjördeildum. En forseti gefur orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagða kjörskrá og felur sveitarstjóra undirrita hana samkvæmt 2. málsgrein 24. greinar laga kosningar til Alþingis og biðji þá fulltrúa sem eru samþykkir bókunin og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 3 á fundardagskrá. Hann ber heitið kosningar í nefndir og ráð 2021 og er númer 2102-067. En hann snýr að kosningu varamanns í kjörstjórn Borgarbyggðar í stað Sveins Hálfdánasonar sem beðist hefur lausnar og við þökkum honum fyrir velunni störf. Lagt er til að Ingibjörg Jónasdóttir verði skipuð sem varamaður í kjörstjórn Borgarbyggðar í stað Sveins Hálfdánasonar og ég gef orðið laust þá tillögu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá biðji þá sem eru samþykkir vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að lið 4 á fundardagskrá en hann ber heitið sáttaumleitan í deiliskipulagsgerð Húsafellssvæðisins og er númer 2008-016. En þar er að ræða afgreiðslu frá 569. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar. En þar var fjallað undirritað samkomulag, þríhliða samkomulag milli Páls Guðmundssonar, Sæmundar Ásgeirssonar og Borgarbyggðar lúkningu máls varðandi skipulags- og byggingamáli varða Húsafell 1 og Bæjargil. Forseti ætlar að bera upp þá tillögu að þessari afgreiðslu verði frestað þar til á næsta sveitarstjórnarfundi
og samningurinn verður þá staðfestur samhliða viðauka við fjárhagsáætlun sem nauðsynlegt að gera vegna samkomulagsins. Og ætla ég að gefa orði laust, bæði ef einhverju vilja kveða sér hljóðsefnislega undir liðnum eða varðandi tillögu forseta. Þannig ég gef orði laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Samþykkt að fresta afgreiðslu þessa liðar fram til næsta sveitarstjórnarfundar þar til samningurinn verður staðfestur samhliða viðauka við fjárhagsáætlun sem nauðsynlegt að gera vegna samkomulagsins. Og bið ég þá fulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 5. Þeir eru reyndar mjög sambærilegir hérna liðir 5 og 6 á fundadagskránni, en þeir varða báðir hringrásarhagkerfið og sá fyrri ber heiti hringrásarhagkerfið styrkur gámaplön og er númer 2107-093. Hann er frá fundi byggðarráðs númer 570 þar sem byggðarráð samþykki framlagðan samning og felur sveitarstjóra að undirrita samningi fyrir hönd borgarbyggðar með fyrirvarum samþykki sveitarstjórnar. Samningurinn snýr að því að bæta úrgangsþjónustu og svona umhverfi og ásýnd þeirra svæða og það væri alveg ágætt að heyra kannski einhverju byggðarráðsfulltrúa sem myndi vilja segja kannski örstutt frá samningunum sem við erum að fjalla Halldóra Lóa, gjör svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Hér erum að ræða styrkveitingar frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu sem að umhverfis- og landbúnaðarnefnd sótti í nafni sveitarfélagsins og annars vegar sóttum við það að fá að bæta úrgangsþjónustu við frístundahús í Borgarbyggð og skoða þá möguleika og kanna möguleika sem sveitarfélag geti farið út í við það. Við fengum þar bara mjög ríflegan styrk upp á 4 milljónir og hann er til þess að efla úrgangsforvarnir, bæta flokkun, efla tækifæri til endurvinnslu sem næst upprunastað stuðla að aukinni endurvinnslu og annarra nýtingar, efla tækifæri til nýsköpunar og þróunar og búnað sem dregur úr magni úrgangs eða auðveldar flokkun, endurvinnslu og aðra nýtingu. Styrkurinn er ætlaður til þess að styðja við uppbyggingu og að taka þátt í þessari þróunarvinnu sem að hringrásarhagkerfið er og þessi aukna áhersla sem er á þessar liði. Og að sama skapi þá þó við séum ekki komin í þann lið með leyfi forseta, að þá erum sóttum við á sama tíma styrk til þess að safna saman brotajárni og fengum hann í dreifbýli og sem virkar það þannig að bændur geta safnað saman brotajárni sem þeir vilja losna við og fengið það flutt af landi sínu sér að kostnaðarlausu og við fengum þar styrk upp á 600.000. Þetta verður síðan allt bara auglýst vel og vandlega, en þetta er bara mjög skemmtileg og áhugavert og gaman að við skildum hljóta þessa styrki. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. En ég gef orði laust lið 5, varðandi styrk fyrir gámaplön. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun, sveitarstjórn samþykki framlagðan samning bætta úrgangsþjónustu. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá vindum okkur yfir í lið númer 6. Hann ber heiti hringrásarhagkerfið styrkur brotajárn og er númer 2107-094 og er þá afgreiðsla frá 570. fundi byggðarráðs og Halldóra fór yfir hérna áðan. Ég gef orði laust varðandi þennan lið. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun, sveitarstjórn samþykki framlagðan samning söfnun brotajárns og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 7 og hann heitir Borgarbraut 55 samningur og er númer 904098. Og
og þar að ræða afgreiðslu frá 571. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar, þar sem byggðarráð vísar kaupsamningi til samþykktar í sveitarstjórn varðandi Borgarbraut 55 ásamt lóðarlega samningi til niðurrifs og uppbyggingar í samræmi við gildandi deiliskipulag. Ég gef orðið laust þennan lið. Þórdís hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir, bara kannski aðeins til þess að gera frekari grein fyrir þessu svo fólk átt að sjá hvað er að ræða. Það var sem sagt undirritaður samningur síðari samningurinn kaup á Borgarbraut 55 sem þá erum við í rauninni að uppfylla samning sem var gerður vegna þessa máls í maí 2019. Þannig að nú er rauninni fullnaður uppgjöri lokið og greiðslur sveitarfélagsins fyrir eignarhlutina hafa farið fram. Við áætlum að setja lóðina og fasteignina í sölu og til bæði niðurrifs og uppbyggingar. Þannig að það rísi þarna hús í samræmi við deiliskipulag vonandi bara á næstu mánuðum eða innan skamstíma. Þannig að þetta bara spennandi verkefni til uppbyggingar sem að ég held að við getum öll verið sammála að sé bara komin tími á að klárist. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir liðnum? En það sem liggur fyrir sveitarstjórnarfundi í dag er að samþykkja framlagðan kaupsamning og fela sveitarstjóra að semja við fasteignasölu sölu fasteignarinnar á Borgarbraut 55. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja afgreiðslu byggðarráðs vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 8. Hann ber heiti Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, aðalfundur 2021 og er númer 21.03.074. Þar er líka að ræða afgreiðslu byggðarráðs frá 571. fundi ráðsins. Þar samþykkir byggðarráð þær breytingar sem lagt til að gert verða samþykktum Heilbrigðiseftirlits Vesturlands sem fela í sér að Kjósarhreppur verði hluti af starfssvæði HEVAF. Og ég gef orðið laust. Silja Eyrún hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Silja. Forseti og aðrir fundarmenn, ég ætlaði bara aðeins að fara yfir tímalínuna og þetta er ný samþykkt sem Heilbrigðiseftirlit Vesturlands nefndin fjallað 5. maí síðastliðinn og samþykkt og senda hana til afgreiðslu á eigendafundi og til Kjósarhrepps til afgreiðslu. Eigendafundur afgreiddi svo 20. maí á auka aðalfundi ef ég man rétt og vísaði til samþykktar hjá bæjar- og sveitarstjórnum eigenda. Það reikna með að hún taki gildi núna 1. janúar. Takk. Takk fyrir þetta, Silja. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðar samþykktir Heilbrigðiseftirlit Vesturlands og biður þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 9 sem ber heiti samþykkt búfjárhald og er númer 12.10.076. En þar er að ræða afgreiðslu 25. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar þar sem nefndin leggur til að breytingar verði gerðar á drögum samþykkt búfjárhald í samræmi við umsókn Bændasamtaka Íslands. Nefndin hvetur sveitarstjórn til að standa fyrir ítarlegri kynningu á samþykktinni að lokinni gildistöku og er þessari afgreiðslu hér með vísa til sveitarstjórnar og mun sveitarstjórn í dag vísa þessari breytingatillögu til seinni umræðu. Í þetta þarf að fara 2 umræður í sveitarstjórn áður en við getum samþykkt þetta endanlega. En ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá er lagt til að
samþykkt búfjárhald verði vísað til seinni umræðu og biðji þá fulltrúa sem eru mættir vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 10 og hann ber heitið L230943 Miðgarðar umsögnum lögbýli og númer 2107-042. Þar að ræða afgreiðslu 25. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Þar kemur fram að umsóknin í samræmi við staðfest skipulag og uppfyllir skilyrði 18. greina jarðalaga númer 81/2004. Nefndin gerir ekki athugasemd við stofnun lögbýlis en telur æskilegt að föst búseta fylgi stofnun lögbýlisins. Nefndin veitir jákvæða umsögn umsóknina og sú ákvörðun nú lögð fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Forseti gefur orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun umhverfis- og landbúnaðarnefndar veitingu jákvæðar umsagnar vegna umsóknar stofnun lögbýlis á Miðgörðum L230943 og biðji þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 11. Hann ber heitið söfnun dýraleyfa gjaldskrá og númer 2106-073. Þarna líka að ræða tillögu að gjaldskráni verði vísað til síðari umræðu því hún þarf 2 umræður í sveitarstjórn líka. En þarna tillaga frá 25. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar, umhverfis- og landbúnaðarnefndar afsakið. En hún telur að í 8. grein laga meðhöndlun á úrgangi frá númer 55/2003 komið fram skýr heimild sveitarfélagsins til að mæla fyrir fyrirkomulag söfnunar á heimilis- og rekstrarúrgangi. Nefndin leggur til að gerðar verði breytingar á samþykkt meðhöndlun úrgangs í Borgarbyggð þar sem skýrt kveðið á að fyrirkomulag á gjaldskrá vegna söfnunar og förgunar dýraleyfa frá lögbýlum. Að öðru leyti telur nefndin ekki ástæðu til að breyta fyrirkomulagi þjónustunnar og þeirri afgreiðslu vísa hér með til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þessa breytingu. Fyrri umræða. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá leggur forseti til að umræða samþykkt meðhöndlun úrgangs verði vísað til síðari umræðu og biðji þá fulltrúa sem samþykki því vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 12 og hann ber heitið álagning fjallskila og númer 2108-088 en þar að ræða afgreiðslu 34. fundar fjallskilanefndar Grímsstaðaréttar. Bókunin hljóðar svo hjá þeim, kindur alls 1500, fækkunum 45 kindur, hver kind metin 830 krónur og dagsverki metið á 10.000 krónur. Og sú tillaga sem liggur fyrir þennan ágæta fundi staðfestingar. Þannig að ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá biðji þá fulltrúa sem samþykkja afgreiðslu fjallskilanefndar Grímsstaðaréttar vinsamlegast að gefa merki og hún staðfest. Þá erum við komin að lið 13. Hann ber heitið álagning fjallskila Hítardalsréttar 2021 og númer 2108-0107. Þar að ræða afgreiðslu 30. fundar fjallskilanefndar Hítardalsréttar. Þar liggur fyrir eftirfarandi bókun nefndarinnar, lagning fjallskila á fjáreigendur sem eru 13, tala sauðfjár til fjallskila 2602 samkvæmt uppgefnum tölum frá fjáreigendum, fjallskilagjald á kind ákveðið krónur 650, heildarálagning 1.691.300, dagsverki metið á krónur 10.000. Dagsetningar leita og rétta hafa verið færðar fram viku frá ákvæðum fjallskilareglugerðar. Leitastjóri í öllum afréttarleitum verður Gísli Guðjónsson, Jón Guðlaug Guðbrandsson stjórnar leitum á Svarfhólsmúla, Sigurður Jóhannsson getur ekki tekið að sér réttarstjórn í Hítardalsrétt og eru honum þökkuð störf liðinna ára. Réttarstjóri í fyrstu rétt verður Sigfús Helgi Guðjónsson, í annarri og þriðju rétt Finnbogi Leifsson. Og það verkefni þessa fundar að staðfesta afgreiðslu fjallskilanefndar og þar með álagningu fjallskila fyrir komandi ár. En ég gef orðið laust.
Það enginn sem kveður sér hljós. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu fjallskilanefndar Hítardalsréttar og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 14 á dagskrá. Hann ber heiti Gjöld 2021 og númer 2108090. En þar að ræða bókun eða afgreiðslu frá 24. fundi fjallskilanefndar Rauðskilsréttar. Þeirra bókun hljóðar svona. Haldi verður áfram að hækka dagsverk 1000 krónur eins og hefur verið gert síðustu ár. Jarðargjöld hækka 3,2%, fæði 4.500 krónur, fjárgjöld 500 krónur, dagsverk 13.000 krónur. Og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljós, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu fjallskilanefndar Rauðskilsréttar. Og þá erum við komin að lið 15 á fundardagskrá. Álagning, já, afsakið, við verðum víst líka að staðfesta þetta formlega þannig að þetta fari í gegn. Við erum enn á lið 14 og ég bið þá fulltrúa sem staðfesta afgreiðslu fjallskilanefndar Rauðskilsréttar vinsamlegast að gefa merki. Og það staðfest og samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 15 á fundardagskrá og hann ber heiti álagning fjallskila Oddsstaðaréttar 2021 og númer 2109038. Þar að ræða afgreiðslu 47. fundar fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar og liggur fyrir eftirfarandi bókun nefndarinnar. Upplýsingar jarðamat fengnar úr þjóðskrá, álagning á kind hækkar úr 450 krónum upp í 600 krónur, álagningarhlutfall á fasteignamat hækkar úr 1,25% upp í 1,30%, álögð fjallskil samtals 3.242.436 krónur, innheimt í peningum 1.368.436 krónur, dagsverkamat í leitum hækkar, Norðurfjalli metið á 39.000 krónur, Tunguleit metin á 31.000 krónur og Suðurfjall metið á 29.500 krónur, gengi frá fjallskilaseðli. Og forseti gefur orðið laust 15. lið. Það enginn sem kveður sér hljós. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar og biður þá fulltrúa sem að samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 16 og hann ber heitið Bjarnastaðir, L134 637, DSK og númer 21050002. Þar að ræða afgreiðslu 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn Borgarbyggðar að samþykkja tillögu að deiliskipulagi fyrir Bjarnastaði til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 2.9.2021 og deiliskipulag þetta tekur til 5,5 hektara svæðis til uppbyggingar á bæjarstæði jarðarinnar. Á skipulagssvæði eru 2 íbúðarhús ásamt landbúnaðarbyggingum. Fyrirhugað að bæta þar við íbúðarhús á nýrri lóð nefnist Bjarnastaði 2. Deiliskipulag þetta samræmis gildandi aðalskipulagi og málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Endanlegri afgreiðslu vísað til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust varðandi lið 16. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Gjör svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn, það ágætt bara að sú leiðrétting komi fram að það einu orði ofaukið þarna í þessari bókun nefndarinnar þar sem nú þegar hefur verið til hann hefur verið auglýst, þannig að það leiðréttist í bókun sveitarstjórnar. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Svona aðeins til að fylgjast eftir að þá kemur fram í bókun skipulags- og byggingarnefndar það farið með málið eins og auglýsingamál samkvæmt 41. grein skipulagslaga sem kom fram áðan, en þarna var bara að ræða handvem og hún verður leiðrétt núna með bókun sveitarstjórnar. En ég gef orðið laust að nýju. Það ekki fleiri sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi
bókun. Lagt fram deiliskipulag Bjarnastaða í Borgarbyggð sem auglýst hefur verið samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010, engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma og sveitarstjórn samþykkir að deiliskipulagið taki gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 17, hann ber heiti Skógarbrekkur 4, L188642, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og númer 2106/066. Þar að ræða afgreiðslu 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar og þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að hún heimili byggingarfulltrúa samþykkja byggingaráform þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur byggingarfulltrúa samþykkja byggingaráform við Skógarbrekku 4, L188642 þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 18, hann ber heitið Háskjólabyggð 7, L135104 viðbygging og númer 2105/028. Þar að ræða afgreiðslu 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til að sveitarstjórn heimili byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform. Ég gef orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform við Háskjólabyggð 7, L135104 þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja bókunin og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að dagskrárlið 19. Hann ber heiti Stóri Ás, L134513, stofnun lóðar Litli Ás og númer 2108/110. Þar að ræða afgreiðslu 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Litli Ás. Stærð 3 hektarar úr landi Stóra Ás, landnúmer 134513. Og þetta gert á grundvelli nýs deiliskipulags byggingarlóð í landi Stóra Ás, dagsett 27.4.2021. Og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að heimilis í stofnun lóðarinnar Litli Ás úr landinu Stóri Ás, landnúmer 134513. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 20, hann ber heiti Sóltún 13, L194189, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og númer 2106/118 og þar líka að ræða afgreiðslu 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar og þar leggur nefndin til að sveitarstjórn heimili byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform og ég gef orðið laust. Bara mjög ánægjulegt hvað við erum að taka fyrir mörg byggingarleyfi hérna í dag, þannig að það greinilega nóg að gerast. En það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform við Sóltún 13, L194189 þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það eru komin að lið 21. Hann ber heiti Mælimastur, framkvæmdaleyfi umsókn og númer 201067. Þar að ræða afgreiðslu 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til að sveitarstjórn heimili skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi tímabundi fyrir Mælimastur eða til 12 mánaða á Grjóthálsi í landi Sigmundastaða. Og forseti gefur orðið laust. Guðmundur Freyr, við beðum orðið, gjör svo vel.
forseti og fundarmenn, þarna að ræða grjóthál sem við höfum tekið nú áður fyrir hérna á þessum vettvangi og þarna vorum við búin að gefa út áður framkvæmdaleyfi fyrir, eða við, að heimila að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir mælimastri, en þar sem að svo langt liðið þá þarf að endurnýja þá umsókn og í rauninni þetta mælimastur sett upp í vísindaskyni til þess að mæla hvort að þessi áform sem að þarna eru uppi, hvort að þeir séu vænleg eða ekki og í rauninni síðast þegar við tókum mál tengdu grjóthálsi fyrir þá var því vísað í þá aðalskipulagsvinnu sem að fer fram, þannig að nefndin í rauninni sá enga ástæðu til þess að hafna þessari umsókn á neinum forsendum, þannig að bara svona svo koma aðeins fram hvernig umræðan var í nefndinni að þetta allt saman gert í vísindaskyni og þá fyrir umhverfisskýrslu og umhverfismati sem verið að vinna. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að gefa tímabundið framkvæmdaleyfi fyrir mælimastur til 12 mánaða á grjóthálsi í landi Sigmundarstaða og biður þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 22 á fundadagskrá. Hann ber heiti Langás í landi Munaðarness, landnúmer 134915, stofnun lóðar og númer 2108-020. En það líka að ræða afgreiðslu 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að sveitarstjórn heimili stofnun lóðarinnar Langás að stærð 26 hektara úr landi Munaðarness, L134915. Lóðin verður staðsett í landnotkunarflokkin sumarbústaðalóð og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir heimild til stofnunar lóðarinnar Langás úr landi Munaðarness, L134915 og biður þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 23, Seláskverfi í landi Ánabrekku, deiliskipulagsbreyting og númer 1409-019. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til á 27. fundi sínum við sveitarstjórn að samþykkja tillögu að deiliskipulagi Seláskverfis í landi Ánabrekku til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 28.11.2018 og breytingin tekur til 12 frístundalóðir innan frístundasvæðisins F20. Svæðið stækkað úr 7,88 hekturum upp í 8,95 og nýr aðkomuvegur að lóðum 8-12 og aflagður aðkomuvegur að lóðum 2, 4, 6 og 8. Sameiginlegur vegur verður á lóðunum 1, 5 og 8. Tillagan samræmist aðalskipulagi Borgarbyggðar. Og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi Seláskverfis í landi Ánabrekku til auglýsingar samkvæmt 41. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og biður þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 24. Hann ber heiti Sturlureykir 1, lóð 11, landnúmer 186143, umsókn byggingarleyfi, frístundahús og liðurinn númer 2007-033. Það líka afgreiðsla 27. fundar skipulags- og byggingarnefndar en þar leggur nefndin til að sveitarstjórn heimili byggingarfulltrúa samþykkja byggingaráform á þessu tiltekna svæði. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur byggingarfulltrúa samþykkja byggingaráform við Sturlureyki 1, lóð 11,
L186-143 þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og biðji þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhliða. Þá komið að dagskrárlið 26 og hann heitir Húsnæðismál Ráðhússins og liðurinn númer 1909-156 en þar leggjum við fram gagntilboð Steðja fjárfestinga EHF í fasteignina Borgarbraut, Heiðarbýli, afsakið, ég að hoppa hérna yfir eitt lið, takk fyrir ábendinguna. Við skulum þá vinda okkur í dagskrárlið 25 og klára hann áður fyrir í 26, þó að 26 mjög spennandi. Klárum við 25 fyrst. Hann ber heiti Heiðarbýli í landi Hraunsmúla, L136060 stofnun Lóðar og númer 2108-021. En þar afgreiðsla 27. fundar skipulags- og bygginganefndar þar sem lagt til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Heiðarbýli að stærð 122 hektarar úr landinu Hraunsmúli, landnúmer 136060 og landnotkunarflokkurinn verður annað land. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun, sveitarstjórn staðfestir heimild til stofnunar lóðarinnar Heiðarbýli úr landinu Hraunsmúli L136060 og biðji þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að leið 26 og hann varðar Húsnæðismál Ráðhússins en þar framlagt gagntilboð Steðja fjárfestinga EHF í fasteignina Borgarbraut 14 dagsettur 3. september 2021 sem undirritað var með fyrirvarum samþykkis sveitarstjórnar. Og sveitarstjóri fór nú aðeins yfir þetta í ræðu sinni áðan, eða skýrslu sveitarstjóra Húsnæðismál Ráðhússins og kannski vilja einhverju fulltrúa byggðarráðs aðeins fjalla samningin sem liggur fyrir. Halldóra Lóa, svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Eins og við vitum flesta þá hefur staðið til að selja ráðhúsið sem við höfum verið í núna og við höfum fengið nokkur tilboð í það og fengum núna áhugavert tilboð sem við gerðum gagntilboð í sem nú hefur verið samþykkt og gagntilboðið hljóðaði upp á 60 milljónir og á svæðinu verður farið í endurnýja gamla eða núverandi ráðhús og gera þar íbúðarhúsnæði sem er bara mjög ánægjulegt. Okkur veitir ekki að því að fá fleiri fasteignir á markaðinn hérna í Borgarnesi. Þannig að í samningunum líka tekið fram að við gerum kröfum ákveðin verkhraða eða 18 mánuði að fyrir að framkvæmdir verði lokið á 18 mánuði. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Þetta svona hin hliðin á peningnum. Hún talaði nú svolítið það hérna áðan og sveitarstjóri að við værum að flytja inn í nýtt húsnæði sem að sveitarfélagi var að festa kaupa á og það átti að reyna að koma þessu í sölu og það er bara mjög jákvætt að þarna verði uppbygging á íbúðarhúsnæði því það er náttúrulega það sem er mikil þörf á. En ég gef orðið laust að nýju. Þórdís, við beðum orðið, ekki svo vel Þórdís. Sveitarstjóri, aðalgestir og sveitarstjórnar fulltrúar. Já, það var semst við fengum tilboð frá Steðja fjárfestingum EHF. Við gerðum gagntilboð sem var ákveðið á byggðarráðsfundi í síðustu viku og því gagntilboði hefur verið tekið. Þannig að það sem ég vil leggja til í þessu máli er að sveitarstjóra verði falið að ég fái það umboð að undirrita kaupsamning við kaupanda
og öllum þeim gögnum sem að það varðar. Við munum ræða við þau afhendingu við kaupsamningsgerð, en það hugsanlega verður húsið afhent í einhverjum skömmtum þar sem að við eigum ennþá eftir að tæma hluta af húsnæðinu þar sem að fjölskyldusviðið ennþá upp á 3. hæðinni og svo eru skjalageymslurnar okkar í kjallaranum. Þannig að við erum að fara að vinna vel að því núna að tæma það allt, en ef mér yrði bara falið það að undirrita kaupsamning vegna eignarinnar þá getum við klárað þetta. Forseti gefur orðið laust að nýju. Magnús Mári, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Langar til að taka til máls undir þessum liðum húsnæðismál Ráðhússins og með leyfi forseta fjalla líka lið sem var hér fyrr á dagskrá Borgarbraut 55 og í rauninni kannski taka undir þessi orðum að hér sem ánægjuleg tíðindi að ræða. Það ákveðin tækifæri í öllum svona óhöppum eða áskorunum sem við höfum verið í og þarna eitt eða 2 slík dæmi að birtast okkur. Að báðum þessum gömlu húsum stendur þá til að koma íbúðarhúsnæði upp sem eins og hefur líka sagt veitir ekki af. Þarna tækifæri og ég hlakka mikið til þess að sjá hvernig það verður útfært með gamla Ráðhúsið. Og þannig að ég held að þetta sé með því ákvæðara sem gat gerst í þeim hrakningum sem við höfum verið með húsnæði Ráðhússins. Fallegt hús á besta stað í bænum og Borgarbraut 55 sem við vorum að samþykkja eða sem sagt samningin varðandi kaupin á, þar líka eins og var aðeins tæft á hérna áðan gert ráð fyrir deiliskipulag. Það deiliskipulag að það í gildi og sem þýðir það að það ætti að vera hægt að byggja 2 til 3 hæðir með mögulegu þjónustu og verslunarrými á neðstu hæðunum og alltaf 10 íbúðir og eins og ég segi þetta nákvæmlega það sem við þurfum á að halda og gott að minnast á það hér að í þessum samningi sem að samþykkja hér núna vonandi eru þessar kvaðir verkhraða sem skiptir okkur miklu máli og eins líka í dæminu með Borgarbraut 55 að þá verður gerð krafa að þar rísi sem fyrst íbúðarhúsnæði. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég gef orðið laust að nýju. Þannig 27. lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og því leggur forseti til að við felum sveitarstjóra að ganga frá kaupsamningi vegna kaupana á Borgarbraut 14 og biðji þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 27 á fundardagskrá en þar álagning fjallskila vegna Brekku- og Svignaskarðsréttar og þetta liðurinn sem var bætt inn hér í upphafi fundar. Þar liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu fjallskilanefndar Brekku- og Svignaskarðsréttar samkvæmt framlögðum fjallskilaseðli þar sem fram kemur að dagsverkið metið á krónur 15.000, lagt á 1434 kindur og álagning á hverja kind 850 krónur. Og biðji þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhliða. Og þá erum við komin að síðari hluta fundarins og þar sem eru lagðar fram fundargerðir og sveitarstjórnarfulltrúar mega taka til máls undir þeirri fundargerð sem til umræða hverju sinni og geta þá valið hvaða liði þau vilja taka til máls undir sem hafa komið til afgreiðslu fastanefndanna. Ég ætla að biðja fulltrúa að geta þess bæði í númeri og í orði hvaða liðir ætla að taka til máls undir þannig að það sé skýrt fyrir þá sem eru að hlusta hvað við erum að fjalla að hverju sinni.
En þá eru komin að lið númer 28 á fundadagskrá og þar er lögð fram fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 569 og forseti gefur orðið laust fundargerðina. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og talst því sú fundargerð framlögð. Þá eru komin að lið 29 en þar er að ræða fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 570. Það var fundur í 12 liðum og forseti gefur orðið laust. Guðveig, Eyglódóttir biður orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn. Mér langar til þess að kveða með hljóðsérna undir lið númer 3 sem að ber heitið stjórnsýsla í Borgarbyggð, niðurstaða samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins. Undir þessum lið var lagt fram bréf samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins með leiðbeiningum og álit ráðuneytisins varðandi kvartanir sem höfðu borist ráðuneytinu. Og mér langaði bara til þess að koma hérna upp aðeins til þess að ræða þetta því að það er í rauninni dapurleg staða fyrir okkur að við erum alltaf oft búin að vera í það sem ég kalla bara slæm samskipti sem hafa kannski farið út í lengra en við viljum, slæm samskipti við íbúa og fyrirtæki og ég held að þetta sé eitt af því sem við þurfum að vanda okkur betur við og í allir þessari vinnu sem hefur átt sér stað síðustu ári að skoða verkferla, að þá er það að minnsta kosti mitt mat eftir samtal við íbúa og fyrirtækjaeigendur hér að rótin af þeim, hvað ég var að kalla, vandamálum eða hnútum sem koma upp byrja oft í samskiptum sem ekki nógu góð og það er nú þannig með flest mál að það er hægt að leiða þau til lykta ef að samskiptin eru góð og jafningjagrundvelli. Við sinnum upplýsingaskyldu okkar og að bæði íbúum og fyrirtækjum sé mætta ákveðinni virðingu þegar það er að eiga við sveitarfélagið því að það er ju okkar hlutverk að þjónusta íbúa og fyrirtæki hér í sveitarfélaginu og við vitum það að hér væri ekki neitt af neinu ef við værum ekki með öll þessi fyrirtæki. Og ég held að það sé nauðsynlegt fyrir stjórnsýsluna að endurskoða ákveðið viðmátt gagnvart samskiptum við fyrirtæki og þeirra sem leita réttar síns hér. Og það er eins og þetta bréf sem þarna er tekið fyrir ber með sér að þá er greinilega eitthvað brotalögn þegar kemur að þessu og mér þykir það bara sárt að þetta sé upplifun íbúa og fyrirtækja hér, að það sé hnútur í samskiptum og hafi verið síðustu ár. Og auðvitað ber ég náttúrulega von til þess að með þeirri úrbótavinnu sem hefur verið farið í síðustu 3 árin, að það verði eitthvað svona hugarfarsbreyting þegar kemur að þjónustustigi við íbúa og fyrirtæki. Varðandi trúverðugleika líka vil ég benda á og jafnvel spyrja til að mynda þegar að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið óskar eftir gögnum þegar ábendingar berast. Nú lagði ég sjálf fram ábendingu til ráðuneytisins út á öðru máli hér fyrr í vetur og eitt af þeim gögnum sem var sent til ráðuneytisins var blaðagrein sem fyrrverandi starfsmaður hafði skrifað og það þykir mér bara hreinlega ekki fagleg vinnubrögð að senda blaðagrein og ekki síst í ljósi þess að það sem kom fram í þeirri grein hefur verið hrakið og þá spyr ég, hefur þetta verið leiðrétt til ráðuneytisins? Og ég vona það að þessi svör sem hafa borist til ráðuneytisins varðandi þessa tiltekna máls hér sé ekki þannig að það sé hægt að koma með þau aftur tilbaka og þau standist ekki skoðun. Mér langar að þessu tilefni að leggja fram hérna stuttabókun sem er svohljóðandi. Ljóst er á umsögn ráðuneytisins að
alvarlegir og kerfisbundnir annmarkar hafa verið í stjórnsýslu sveitarfélagsins og að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu hafa borist margar ábendingar kvartanir með brotalamir í stjórnsýslu skipulags- og mannvirkjasviðs Borgarbyggðar. Undirrituð vill benda á að eitt af því mikilvægasta sem stjórnsýslan getur gert til að auka ánægju og traust íbúa og fyrirtækja sveitarfélagsins að temja sér góð, yfirlætislaus samskipti, sýna ávallt vilja til að leita lausna, sinna upplýsingaskyldu og gæta að sanngirni og jafnræði í meðferð mála. Síðast en ekki síst mikilvægt að geta bæði viðurkennt mistök sem hafa átt sér stað og sýnt vilja til að leiðrétta þau. Fleira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Það væri gott að þú geti sendt fundarritar á bókunina. Halldór Lóa hefur beðið um orðið. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, afsakið. Sko það alveg rétt að það hefur verið komið fram alls konar annmarkar hjá sveitarfélaginu þegar kemur að skipulagsmálum og sem að má að stóru leyti rekja til þess að hér var gríðarlega undirmönnun að ræða lengi vel á þessu sviði. Og það ekki hægt að ætlast til þess af starfsfólki að það geti endalaust setið undir gríðarlegu álagi og átt að standa sig á öllum vígstöðum. Þetta vorum við búin að fá í rauninni í hendurnar þegar við komum að þessari sveitarstjórn og bara mjög fljótlega eftir að núverandi sveitarstjórn tekur við að það var farið í miklar breytingar hér á kerfinu. Við fórum í greiningarvinnu sem við höfum nú verið gagnrýnd fyrir en kom í ljós að var mjög þarft að gera til þess að átta okkur á hvar vandamálin lægju og það tók vissulega tíma en það kemur líka í ljós einmitt í þessu bréfi sem vísað í undir þessum lið að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið það í rauninni telur ekki ástæðu til þess að fylgja okkur frekar eftir að fara fram á frekari upplýsingar eða annað slíkt þar sem að búið að senda inn mikið af upplýsingum og afsakið ég að leita henni í skjalinu að kerfisbundnir annmarkar hafi verið í stjórnsýslu sveitarfélagsins en að búið sé að senda álit og grípa til viðeigandi aðgerða til þess að úrbætur geti átt sér stað á sviðinu og að slíkir annmarkar endurtaki sig ekki. Og ráðuneytið telur að ekki sé tilefni til að gefa sveitarfélaginu fyrirmæli að koma stjórnsýslu sinni í lögmætt horf þar sem að búið sé að ráðast í allar þessar úrbætur. Sem gott og við teljum að núna sé í rauninni búið að gera þær breytingar sem að þörf hefur verið á að gera til þess að styrkja sviðið, til þess að við getum unnið úr og sinnt okkar lögbundna hlutverki. Við eigum sko núna, myndi ég telja gríðarlega gott og sterkt svið þar sem búið að manna stöður vel af sérfræðingum sem að geta sinnt þeim málum sem að sveitarfélagið á og þarf að sinna og ég hef mikla trú á því að við séum að fara að horfa fram á betri tíma í þessum málum. Hins vegar vil ég að komi skýrt fram að ég ekki að álasa þá sem að hér hafa verið fyrr í störfum. Þetta stjórnsýslan ber ábyrgð á þessu máli, þess að sveitarstjórn ber líka ábyrgð á þessu máli lengra aftur í tíman en bara þetta kjörtímabil og síðasta kjörtímabil.
Það hins vegar kemur ekki til að góðu, það kemur til vegna fjárskorts og við vonum að við þurfum ekki að fara aftur í slíkt því að það er líka dýrt að vera undirmönnuð til lengri tíma. Ég held ég láti þetta duga. Það er búið að útskýra þetta svo sem mjög vel og nú er líka að auki breytingum inn á skipulagssviði. Það kannski líka árétta það að það er líka komið þjónustusvið sem er einmitt á að taka þessa fyrstu snertingu og reyna að leysa hraðar úr málum sem koma inn. Og þannig að við getum verið bara fljótari að afgreiða þau mál sem koma inn til okkar. En ég læt þetta gott heita í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Þá gef ég orðið laust aftur þessa fundargerð byggðarráðs frá fundi ráðsins nr. 570 og Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Já, forseti og ágætu fundamenn. Nú auðvitað alltaf gott að hafa aðhald og stundum þarf aðhaldið að ganga aðeins lengra til þess að koma í raunum breytingum á. Þarna erum við rauninni, sennilega má kalla þetta snjóbolta sem hefur bara hlaðið svolítið utan á sig einhvern tíma eins og hefur komið fram hérna bara í nokkur ár. Það hafa orðið ansi margar breytingar á þessu sviði. Ekki bara hefur skipulagi verið breytt og það hefur aukið við mannskap, heldur hefur líka hafa orðið mannabreytingar og eins og kom fram í máli sveitarstjóra hér fyrir þessum fundi þá sá starfsmann sem hefur mesta starfsreynslu á skipulags- og byggingarsviði, hann hóf störf í janúar. Fólk sem kemur inn í ný störf eða nýtt inn í störf er oft fólk sem hefur nýja sýn, hvað ég segi svona ferskan andvara eða ferska sýn á málin. Það hefur þetta allt saman hjálpað líka og ég get svo sem alveg og getum tekið undir all hér að sá verkefnalisti sem af gömlum málum sem hafa verið í rauninni dagað uppi til dæmis hjá skipulags- og byggingarsviði að okkur hefur tekist smátt og smátt að vinna niður þann bunka. Nú skipulags- og byggingamál eru oft gríðarlega flókin og á þessum tíma þar sem ég hef setið sem formaður skipulags- og byggingarnefndar þá hef ég heyrt ótal sögur skipulagshönnuði sem hafa skilað gögnum sem eru megin gölluð og heyrt hvernig þau samskipti hafa oft orðið stirð vegna þess að menn eiga hreinlega erfitt með að taka leiðbeiningu. En það þarf að hafa bæði bein í nefinu og svo þolinmæði oft til þess að eiga í þessum samskiptum. Og ég þykist vita að þetta fólk sem situr í þessum störfum núna hafi þetta hvoru tveggja, en auðvitað þreytist fólk ef það reynir á þetta í lengri tíma. Ég hugsa hafa þetta ekki lengra í bili. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Ég gef orðið laust að nýju. Magnús Mári hefur beðið orðið. Svo vel, Magnús.
Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég bara kannski að benda á það að hér náttúrulega bara verið að svona, já, ég skora á starfsfólk sveitarfélagsins til þess að bæta samskipti og hérna svona, já, standa sér betur, sem auðvitað bara ágætt í sjálfu sér, en það sem kannski að okkur snýr fyrst og fremst það sem er í rauninni búið tíðinda hér og sveitarstjórnarráðuneytið staðfesti að þær úrbætur, þær stefnur, þær áherslur, þær ráðningar sem við höfum verið að gera síðustu misseri eru til þess fallin að koma í veg fyrir eða draga úr líkum á að þetta sem er bent á og vissulega er ámælisvert endurtaki sig ekki. Þannig ég sitt bara uppi með það, ég veit eiginlega ekki hvað meira við ættum að gera eða annað við ættum að gera. Gera skipulagsbreytingar, ráða gæða á mannastjóra, setja þjónustustefnu, gefa þessu starfsfólki sem að koma núna til starfa og mér langar að þakka fyrir að komið til starfa hjá okkur og að leggja sér allt fram þegar að taka við mjög flóknu og erfiðu verkefni. Því eins og hefur verið lýst hérna að þetta ekkert einfalt og þetta búið að vera gríðarlega áskorun hjá sveitarfélagi í mörg ár eins og við vitum. Þannig ég ætla bara að lýsa stuðningi mínum við starfsfólkið og þá sem að standa í þessu og auðvitað, þú veist, á það að vera hluti af þessu eins og bara kemur fram í þjónustustefnunni að það þarf að vanda þessi samskipti. Ég treysti þig alveg að það sé verið að gera það. Þar sem að má gera betur vona ég svo að þessar stefnur og ferlar og utanumhald sem við erum með að setja hér inn geti svona stutt við það. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðarráðs frá fundi ráðsins númer 570? Nei, svo virðist ekki vera. Ég ætla kannski að fá að taka örstutt til máls undir lið 28 sem að varðar húsnæðismál borgarbyggðar. Hann er búið að koma inn á svona flest varðandi flutningin en við erum náttúrulega eins og Þórdís kom inn á áðan að fara að flytja í nýja húsnæðið og vonandi mun hluti af ráðhúsinu geta farið þar inn fljótlega og við sjáum fyrir okkur að það er náttúrulega fleiri húsnæðismál sem við höfum þurft að fara svolítið sem halda svolítið í hendur við þetta og eins og staðan er núna þá erum við náttúrulega líka með bæði að reyna að finna húsnæði fyrir hæfinguna og búsetuþjónustuna og áhaldahúsið og það þarf svolítið að fara heildstætt yfir húsnæðismáluna. Við höfum náttúrulega verið að vinna svolítið í því síðustu vikur og mánuði og það er eiginlega svolítið verkefni næstu vikurna líka. Það er allavega allt svona að komast í betri farveg og það er alveg verið að skoða ákveðna leiðir og vonandi getum við verið bara flutt inn í nýtt húsnæði með stjórnsýsluna snemma á næsta ári eða þegar fer að líða vori og í kjölfarið verður þá líka vonandi búið að finna vanda á húsnæðismáli á hinum stofnunum sveitarfélagsins sem að þurfa að komast í nýtt húsnæði. En það er náttúrulega lokunin á húsnæðinu í eyjunni hafði náttúrulega svolítið afdrifarík áhrif náttúrulega bæði á borgarbyggð og þær stofnanir sem eru þar undir og svo náttúrulega ekki síður félagasamtökin sem eru þar og nú höfum við náttúrulega haldið fundi með öllum þeim aðilum og einhverjir eru komnir í nýtt húsnæði og það er enn samtal við einhverja í gangi. En ég gef orðið laust að nýju undir þessum lið og Magnús Smári hefur beðið aftur orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla þá að kveða með hljóðs hér undir þessum lið
sem ég held að sé 3 stjórnsýsla Borgarbyggð, niðurstaða samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Og leggja fram stutta bókun, hljómar svo, með leyfi forseta. Skipulagsmál í Borgarbyggð eru flókin og umfangsmikil verkefni, sveitarfélagið er landfræðilega stórt og mismunandi þarfir eftir búsetuvali íbúa. Farið hefur verið í umfangsmikla stjórnsýslu úttekt og gerða miklar úrbætur á þeim atriðum sem talið var brotalum á. Bætt hefur verið úr þeim atriðum sem komið fram í úttektinni, stokkað upp í nefndum, ferlar yfirfarnar og aukin fagleg þekking sviðsins. Meirihlutinn mun að sjálfsögðu halda áfram að styrkja sviðið og vinna úr öllum ábendingum sem koma, bæði frá íbúum og öðrum aðilum, með það að markmið að gera stjórnsýsluna enn sterkari. Eins er sterklega tekið fram að í álitinu kemur fram að ekki var talin ástæða til að fara í frekari aðgerðir vegna málsins af hálfu ráðuneytisins þar sem búið var að gera ákveðnar úrbætur og mun sveitarstjórn svara til ráðuneytisins eftir áramóti varðandi það hvernig gengur að klára verkefnið. Það að bæta stjórnsýsluna er langhlaup og verður ekki gert á einni nóttu, en meirihlutinn hefur staðið fyrir umfangsmiklum úrbótum á kjörtímabilinu í því skyni að styrkja stjórnsýsluna og bæta samskipti við sveitarfélagið, til dæmis stofnun þjónustuvers og ráðin sviðsstjóra sem leiðir nýtt svið sem heitir því stjórnsýslu og þjónustusvið. Já. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessu lið? Guðveig, gjör svo vel. Já, forseti og fundamenn. Við fengum þarna enn eina bókuna sem vísar í verklagsbreytingar og vinnslu við það. En mér langar bara til þess að bæta við þar sem að því hefur verið svona lýst að þessu máli sé alveg lokið, sem ég vona svo sannarlega verði, en eins og kemur fram í bréfi ráðuneytisins, þá segir hér orðrétt að ráðuneyti mun fylgja eftir áliti þessu og kalla eftir upplýsingum frá sveitarfélaginu í byrjun árs 2022 stöðu þeirra úrbóta sem sveitarfélagið hefur gripið til og mati sveitarstjórnar á því hvort að til hafi tekist að koma í veg fyrir þá kerfisbundnu annmarka og skipulags- og mannvirkjasviði sveitarfélagsins sem lýst hefur verið í áliti þessu. Mér langar einnig til þess að nefna það í sambandi við þá bókun sem ég lagði fram sem að ég vona að flestir hafi skilið að megin inntak hennar snýst það að geta sýnt ákveðna auðmýkt í samskiptum og það sé oft forsenda þess að hægt sé að klára mál á farsælan hátt, að þá þetta auðvitað eitthvað sem allir þurfa að taka til sín alltaf, bæði við sveitarstjórnarmenn og starfsmenn og það er líka bara allt í lagi að segja, já, það er kannski bara hægt að gera úrbætur í samskiptum. Það þarf ekki alltaf að svara því einhvern veginn með einhverjum afsökunum. Þú veist, við hljótum að geta sýnt vilja til þess að taka til okkar ef við fáum ábendingar að samskiptin sé ekki nógu góð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Kannski bara aðeins til að svara svona því sem kom fram í máli Guðveigar, þá eins og hún las upp þarna úr niðurstöðu álitsins og já, það er rétt að við munum svara til þeir eftir áramóti hvernig gengur, en það er líka búið að vinna ákveðnar úrbætur og þeir vilja sjá hvernig stjórnsýslunni gengur að framkvæma þær breytingar sem hefur verið farið í og það er sveitarstjórnar að fylgja því eftir. Það er alveg rétt. Auðvitað geta allir tekið til sín að reyna að bæta samskiptin og kannski finnst sumum það þreytt að við séum að vísa til þess að það hafi verið gerðar breytingar, kerfislegar, en hvað er annað hægt að gera við þessar aðstæður? Ef þú ætlar að breyta, þá verður að hafa kjark til að gera það. Þú verður að fara og skoða hvað það er sem getur verið rangt eða vitlaust eða ekki að ganga nægilega vel og það er nákvæmlega það sem var gert. Og það var útbúið áætlun til þess að reyna að bæta þær brotalamir sem mögulega geta verið í stjórnsýslunni
og það bara það sem verið að gera. Það tekur tíma, þannig að það verður bara að hafa það, þó að sé þreytt afsökun að segja að það sé verið að bæta verkferla, það sé verið að bæta stjórnsýsluna, það sé verið að vinna úrbótum, en það bara það sem verið að gera og það það eina sem hægt að gera í stöðunni. Og góð samskipti eru náttúrulega bara forsenda þess að mál séu farsællega afgreidd í stjórnsýslunni. Og ég get fullyrt að allt okkar starfsfólk í stjórnsýslunni vel meðvitað þetta og það eru allir að reyna að gera sitt besta í að mæta fólki af þjónustulund. Og á þeim stað þar sem það statt út að þjónustuver mjög góður vettvangur til þess. Fyrsta snerting þar sem fólk kemur inn með mál, það fær leiðbeiningar hvert á að fara og ég held að hafi reynst mjög vel og kannski mun það reynast ennþá betur í framtíðinni. En ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra að sinni. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Þórdís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, langar að taka undir þetta, Lilja. Við búin að vera að vinna bara síðan ég byrja, þá við búin að vera að vinna í þessu umbótastarfi. Við vorum að breyta, við erum að fá nýtt starfsfólk inn, eins og við sögðum áðan, þá sá sem með mesta starfsreynslu hjá sveitarfélaginu eða hæsta starfsaldurinn á þessu sviði síðan í janúar. Það eru aðrir sem eru að koma bara núna inn í ágúst, september og það tekur aðeins smá tíma að koma þessi í farveg. Ég rosalega sammála því að samskipti þurfa að vera góð og þess vegna erum við líka að setja þessa þjónustustefnu þar sem við erum að setja svona ákveðnar línur hvernig tölum við okkar viðskiptavini sem eru íbúar í sveitarfélaginu. Sú innleiðing bara að fara fram núna bara með fundum og námskeiðum hjá starfsfólki sveitarfélagsins, hvernig ætlum við að bregðast við þegar einhver leita til okkar og þá langar mér líka í leiðinni að segja við ykkur ef þið heyrið af ykkur slæmu samskipti látið mig vita eða sviðsstjóran að vita því að það mikilvægt fyrir okkur að heyra það og þá getum við gert eitthvað í því. En bara, bara góð ábending, auðvitað ég að vera auðmjúk og hlusta og sína í rauninni bara góða þjónustulund og við þurfum alltaf að vera meðvituð góð samskipti og þetta hvernig við getum afgreitt og verið sem bara bestu útgáfunar okkur og fengið að besta út úr okkar fólki. Þannig að bara þetta er langhlaup, þetta ekki eitthvað sem við breytum á einni nóttu, ég vildi að þetta gæti gengið hraðar en ég fullviss að við munum sjá breytingar og breytingar til batnaðar bara núna og við erum farin að sjá það en ég alveg fullviss að í janúar getum við staðið svolítið keik gagnvart ráðuneytinu og séð og staðið með þessu breyting sem búið að gera. Kannski þarf að gera meira, kannski þetta nóg en við getum líka metið það bara á leiðinni. Takk. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera enginn sem vill kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð. Það náttúrulega fleiri liðir undir þó að þessi hafa nú verið fyrirferðarmikill. Nei, svo virðist ekki vera. Það telst fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi 570 framlögð. Þá erum við komin að 29. lið á fundadagskrá en þar fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar fundarlið 30. Við náttúrulega breyttum þá færðist þér allir niður, takk fyrir þetta. En það fundagerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 571. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Það greinlega ekki svona spennandi mál á dagskrá þar. Það bara enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundagerðin framlögð. Og þá erum við komin að lið 31 á fundardagskrá. Það fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 25 og ætlar hún Halldóra Lóa að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 25 hér til umræðu. Ég ætla samt sem aðra upplýsa það að ég sat sjálf ekki þennan fund, var með varamann inn á þessum fundi og get þar af leiðandi ekki greint kannski frá umræðum inn á fundinum. En
það eru þó nokkuð margir liðir á þessu fundi sem að við erum nú þegar búin að fjalla og staðfesta fyrr í dag. Og það er meðal annars samþykkt búfjárhald sem að fjallað var og kom hér til fyrri umræðu áðan. Það er miðgarðar umsögn lögbýli sem að við erum líka búin að staðfesta, söfnun dýraleyfa, gjaldskrá. Þarna var í rauninni, kannski því að það var ekki mikil umræða það áðan, þá var leitað umsagnar frá sambandinu vegna ábendinga sem hefur borist. Þetta var náttúrulega verkefni sem fór á stað sem tilraunaverkefni og við þurftum síðan þegar að búið var að vera í tilraun í ár, við vorum búin að vera með þetta verkefni í tilraun í ár, þá var ákveðið að halda því áfram og festa það í sessi og þar af leiðandi þurftum við að gera breytingar á samþykktum sveitarfélagsins meðhöndlun úrgangs og festa það betur í sessi sem var gert og var vísað hingað til okkar áðan. Síðan var fjallað friðlýsingu Borgarvogs, þar sem að var lögð fram endanleg tillaga til samstarfshóps friðlýsingarinnar fyrir nefndina og þar var óskað eftir því að það yrði fengið betri svör við ákveðnum spurningum og þá sérstaklega hvað varðar heimildir til innviðauppbyggingar innan svæðisins áður en til að auglýsingum friðlýsingu yrði samþykkt í sveitarstjórn. Og þau svör hafa núna borist sveitarstjórnarmönnum skriflega í tölvupósti. En eftir að fjalla þau. Síðan er styrkirnir, annars vegar út af til þess að efla hringrásarhagkerfið, þeir komu inn á þennan fund líka, það voru inn á þessum fundi og farið var að kalla eftir tilnefningum til umhverfisviðurkenninga 2021 sem er orðinn fastur liður á dagskrá hjá okkur að verðlauna þá sem að eiga fallega garða og snyrtileg bíli og snyrtilegar atvinnulóðir sem er bara mjög skemmtilegt verkefni og ég hvet fólk til þess að taka þátt í því. Nei, það er endar búið. Frestur til að senda inn tilnefningu var 31. ágúst, afsakið. Ég vona sem flestir hafi tekið þátt í því þá. Þá var lögð fram skýrsla Guðnýjar Jórunnar Gunnarsdóttur sem var sumarstarfsmaður hjá okkur og var að vinna hugmyndir að innleiðingu sjálfbærnistefnu fyrir sveitarfélagið og virkilega ánægjulegt að fá svona sumarstarfsmenn inn til þess að vinna þessa hluti fyrir okkur og koma inn með svona ferskt auga. Þannig að þarna er virkilega áhugaverð skýrsla sem að ég hvet fólk eindreiði til þess að skoða. Einnig voru breytingar á jarðalögum lögð fram og síðan var fjallað gönguleiðir í Borgarbyggð. Það var lögð fram kortlagning á gönguleiðum á Vesturlandi sem hefur verið unnið á Markaðsstofu Vesturlands og bara virkilega skemmtilegt og áhugavert verkefni sem að mun fjölga útivistar og gönguleiðum hér á Vesturlandi öllu og í Borgarbyggð og auka möguleika aðila sem ekki kannski þekkja svæðið eins vel og við heimamenn til þess að fara í gönguferðir fallega sveitarfélagið okkar. Síðan er þessi fasti liður þar sem að farið yfir stöðu mála í ágúst og hvernig mánaðarins sem að líða og bara mjög skemmtileg hefð sem komin inn á umhverfis- og landbúnaðarnefnd þar sem að við fáum svona yfirsýn yfir þau verkefni sem við höfum verið að fjalla og vinna með, hvar þau standa hverju sinni. Fleira var ekki gert á fundunum en ég skal reyna að svara spurningum eftir bestu getu. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sig hljóðs, þá telst þessi fundargerð þá framlögð. Þá eru komin að leið 32 á fundardagskrá. Það er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 27 og ætlar Guðmundur Freyr, formaður nefndarinnar, að fylgja nú hlaði. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, ágætu forseti og fundamenn.
27. fundur skipulags- og byggingarnefndar fór fram föstudaginn síðastliðinn í, ég get ekki sagt gamla ráðhúsi Borgarbyggðar. En það voru 14 mál á dagskrá, ef ég man rétt. Og fyrst ber að nefna endurskoðun aðalskipulagsins. Nefndin ræddi næstu skref í þeirri vinnu sem fer fram við endurskoðun aðalskipulagsins, en leitað hefur verið til 6 ráðgjafastofa og kannaður áhuga á því hvort að viðkomandi stof hefði áhuga að taka að sér þessa vinnu við endurskoðun aðalskipulagsins. Allar þessar stofur voru jákvæðar og á þessum fundi voru að ræða kynningafund sem stendur til að halda, þar sem að þessar ráðgjafastofur fengju tækifæri á því að kynna sig og sína starfsemi, fyrri verk og hvernig viðkomandi stofa sæi fyrir sér að vinna þetta verk fyrir sveitarfélagið. Og tímalína og hvernig samráð yrði og fleira var eitthvað sem var nefnt sem að þyrfti eða væri æskilegt að kæmi fram á þessari kynningu. Og það þarf alveg klárlega að hafa sérfund fyrir þetta, því að gera maður ráð fyrir að hver stofa fái kannski 20 til 30 mínútur, og eins og við sjáum að ræða 6 stofur og að þá getur þetta tekið svolítinn tíma. En auk þess var líka umræðan á þá leið að við þurftum að hafa þetta stærri hóp, ekki bara skipulags- og byggingarnefnd, umhverfis- og landbúnaðarnefnd myndu líka vera boðaðir á þennan fund og auk sveitarstjórnarfulltrúa, því að þarna náttúrulega stórt verkefni að ræða. Og eftir að tímasetja þennan fund, þannig yrði sennilega þegar að helst og stærstu leitir Borgarfjarðar hafa farið fram. Allt bundið við landbúnaðinn hér á þessu stóra sveitarfélagi okkar. Það voru fullt af afgreiðslumálum á dagskrá sem hafa komið hérna fram. Við tókum til umfjöllunar og fengum kynningu á tillögu að friðlýsingu Borgarvogs. Þar komu fulltrúar Umhverfisstofnunar á fundinn og fóru yfir þá skilmála tillögunar sem hafa komið fram, og eins líka hvaða athugasemdir voru gerðar í ferlinu og hvernig þeim var svarað og hvernig tillagan tók breytingum í ferlinu. Nefndin að vísu tók svo sem enga afstöðu til tillögunar sjálfrar, en það var ákaflega fróðlegt að fá kynningu frá fólki sem hefur þetta sem sín daglegu störf, það er að fást við þessar friðlýsingar sem við vitum að eru víða land. Svo tókum við fyrir, það er kannski rétt að taka það fram og hefur komið fram hérna áður að við lögðum líka áherslu á það að við fengjum svör við þessum svona helstu spurningum og það skriflega til þess að geta þá komið þeim svörum áfram út í samfélagið. Við fengum fyrirspurn varðandi byggingarleyfi fyrir íbúðarhús á Kaldármelum. Þar að ræða, eins og kemur fram í inngangi að málinu, staðsetningar á milli veitingaskálans gamla og danspallsins. Það ætti náttúrulega allir að vita hvaða svæði að ræða, hafi þeir farið á fjórðungsmót. En þarna er þessi blettur í rauninni innan hverfisverndar, þar sem er verið að vernda hraun, en er að ræða svæði sem það sem hraunið í rauninni ekki. Skipulags- og byggingadeild var farið að vinna áfram málið með landeigendum og skipti frekar í gögnum.
Nú svo fengum við mál inn til okkar sem hefur verið svona, við höfum vitað af í þó nokkra vikur, en það snertir hundasnyrtistofu í Borgarnesi, þar sem að fasteigna eigandi hefur sótt starfsleyfi fyrir hundasnyrtistofu í Vindási 1A og Heilbrigðiseftirlit Vesturlands óskaði eftir umsögn sveitarfélagsins. Skipulags- og byggingarnefnd fóru við málið og telur að umræddur rekstur sem minniháttar sé hreinlega í samræmi við þá starfsemi sem nú þegar á svæðinu. Þannig verið að meðhöndla dýr og þá helst hross. Þannig að þetta væri svona í samræmi við þetta sem fyrir og gerir enga athugasemd fyrir sitt leyti. Og svo líka bara, þarna að ræða starfsemi sem bara eykur þjónustu við eigendur gæludýra, þar sé hunda og eykur fjölbreytni starfa innan sveitarfélagsins sem líka jákvætt. Allt komið fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst á þessi fundargerð framlögð. Þá eru komið dagskrálið 33 á fundardagskrá. Hambir heiti atvinnumarkaðs- og menningarmála nefnd og þar fundargerð nefndarinnar frá fundi hennar númer 27 lagð fram. Ég ætla að biðja Magnús Smára að koma að fylgja fundargerðinni á hlaði. Gjörðu svo vel, Magnús. Takk fyrir það, forseti og ágæta sveitarstjórn. Þessi fundur atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar var ekki með mörg mál á dagskrá, 2, en hins vegar var annað þeirra fjárhags- og starfsáætlun sem auðvitað heilmikið mál. Fyrsti liður á dagskrá var upplýsingamiðstöð Borgarbyggðar en þar komu forsvarsmenn Ljómalindar á fund nefndarinnar til þess að ræða málefni upplýsingamiðstöðarinnar en upplýsingamiðstöðin vistuð í húsnæði Ljómalindar. Það samstarfssamningur við Ljómalind upplýsingagjöf til ferðamanna að vera sem sagt starfandi upplýsingamiðstöð og þau fóru bara og kynntu svolítið fyrir nefndinni hvernig þetta gengur fyrir sig. Við erum náttúrulega með, sem var nú svona kannski forsendan fyrir því að þetta gæti svona verið gott start var að þarna mjög öflugur og reyndur starfsmaður sem var í upplýsingamiðstöðin áður þegar hún var á vegum Markaðsstofu Vesturlands og í húsnæðinu sem hún var á áður og við að þessar breytingar urðu og því var lokað þá fór þetta þarna yfir og starfsmaðurinn fylgdi með og auðvitað þetta búið að vera mjög skrítinn tími, þetta búið að vera COVID og kannski ekki alveg hægt að svona, þetta ekki góður tími til þess að velta því fyrir sér hversu vel þetta hentar eða hvernig þetta gengur. Hins vegar það þannig að núna eftir allt fór á stað aftur og þá töluvert sótt þarna inn og upplýsingar fengnar frá ferðamönnum og augljóst að þetta þetta bara mjög góð og jákvæð þjónusta sem að nefndin var sammála að væri mikilvægt að veita áfram. Auðvitað vitum við það hafa verið alls konar umræða meðal annars í sveitarstjórnum það hvernig þessu fyrirkomulagi væri best fyrirkomið svona til framtíðar og nefndin náttúrulega hefur líka rætt það og rætti það þarna en hins vegar ef það stæði til að gera einhverjar breytingar á þessu þannig að þetta yrði meira gert með stafrænum leiðum, öflugri heimasíðu og svo framvegis að þá þyrftum við að vera komin aðeins lengra í því að geta verið vissum að við séum að miðla nógu vel þessum sömu upplýsingum eða svipuðum með þeim leiðum. Nefndin að skoða það núna að setja ákveðna undirsíðu á Borgarbyggðarsíðuna þar sem við getum þá haft svona ferðaupplýsingar sérstaklega til dæmis
En svona þangað til að þá var nefndin sammála það að við ættum að endurnýja samninginn til 1 árs og svona óska eftir því að starfsmaðurinn sem þá í upplýsingamiðstöðinni myndi halda svolítið vel utan það, þú veist hverjir að koma og hvaðan fólk að koma og hvernig upplýsingar það að biðja og svo framvegis, vegna þess að þetta getur líka bara gagnast okkur til þess að kynna sveitarfélagið fyrir fleirum. Svo var það starfs- og fjárhagsáætlun, en við erum náttúrulega eins og aðra nefndir sveitarfélagsins að undirbúa okkur fyrir fjárhagsáætlunargerðina og það hefur náttúrulega verið stefna sveitarstjórnar að leggja aukna áherslu á markaðsmálin og menningarmálin og atvinnumálin í þessari ágætu nefnd og þarna svona það að birtast bara áfram að við þurfum að taka frá fjármagn í þessa hluti og vera viðbúin því. Það auðvitað búið að vinna markaðsstefnumótunina og við erum búin að sanka að okkur með mikið af flottu markaðsstefnu og við fórum einmitt svolítið yfir það þarna að þessi herferð sem gekk bara býsna vel og við verðum að muna það og hún var ekkert síður hugsa bara fyrir okkur og innri markaðssetningu og svona svolítið til þess að svona búa til okkar ímynd svolítið og vera sterkar í svona í því, þannig að núna svolítið framöndan það að halda áfram aðeins að vinna ákveðið efni og koma áfram herferðum af stað. Það kostar auðvitað peninga. Við ræddum það að þarna þarf að gera ákveðna breytingar varðandi svona fjárhagsáætlunum sem nú bara kannski praktískt mál að hafa alla liði sem tilheyra þessari nefnd svolítið undir lyklum fjárhagsáætlunar tengt því og nefnda laun og annað, þannig að það er svona praktískt mál. En síðan eru áherslurnar svolítið þær að við ætlum að halda áfram að hanna og gera auglýsingar. Við þurfum að fara í ákveðna hugbúnaðarþjónustu, meðal annars með stefnu sem heldur utan heimasíðun okkar og gera undirsíðu. Við þurfum að geta verið áfram í auglýsingum og farið í ákveðnar herferðir. Við þurfum að gera líka fleiri myndbönd og kynningarefni, þannig að það verið að gera ráð fyrir því. Auk þess erum við að tala og láta útboð fyrir okkur ákveðinn hönnunarstaðal, þar sem við erum með allt okkar efni svona faglega og flott uppsett, þannig að það segi við allstar, hvort sem það eru skilti eða annað á vegum sveitarfélagsins. Við þurfum að fara í stefnumótun í stafrænni þróun. Þetta vinna sem við erum búin að ákveða í sveitarstjórn að fara í og samband íslenskra sveitarfélaga líka að vinna í þessum málum og verður svona okkar svolítið að fylgja þar á eftir. Við þurfum líka að okkur langar til þess að setja á stað samstarfsverkefni við í rauninni með umhverfis- og framkvæmdasvið, þar sem við setjum á stað svona verkefni sem við getum kallað bætum borgarbyggð eða eitthvað slíkt, þar sem ákveðnum verkefnum sem þarf að fara í umhverfismálum og eru svona forgangsraðað með íbúalýðræði, þannig að ákveðin fjármagni sé úthlutað og íbúar fái taka þátt í að forgangsraða þeim. Það talað fréttabréf og það talað kynningu á kortasjónni og svona lausum ljóðum og því sem við erum búin að vera undirbúa núna og komið á ágætan rekspöl og fyrirtækjaþing, móttöku áætlun fyrir fyrirtæki og áhugasama einstaklinga, þannig að það ýmislegt. Þetta svona það sem helsta sem dettur í huga að nefna við ykkur og hluti af starfs- og fjárhagsáætlun nefndarinnar. Þannig ég segi bara spennandi tímar framöndan í þessu hjá okkur. Læt þetta gott heita og svara spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar? Guðveig hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Guðveig.
Já, forseti og fundamenn. Mér langar í rauninni að kveða með hljóðs undir báðum liðunum. Það fyrst upplýsingamiðstöð Borgarbyggðar. Ég bara tek undir það að upplýsingamiðstöðinni vel fyrir komið í húsnæði Ljómalindar. Það svona tilheyðilegt að upplýsingamiðstöðin sé líka í sama húsnæði og það sem að vörur úr héraði eru og á svæðinu. Þannig að það sé bara besta mál. Svo langar mig að kveða með hljóðs undir lið númer 2 sem starfs- og fjárhagsáætlun atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar og langaði í rauninni að spyrja aðeins út í eitt af þeim málum sem að nefndin lagði mikla áherslu á strax í upphafi og var á dagskrá nefndarinnar í febrúar 2020 og allir voru sammála mikilvægi þess að fara í átak við að kynna sveitarfélagi sem góðan kost fyrir fyrirtæki. Ný fyrirtæki og fyrirtæki sem mögulega þurfa á skipulagsástæðum að hörfa frá svæðum í höfuðborginni og meðan ég satt sjálf í nefndinni þá var búið að útbúa auglýsingu, mjög fína auglýsingu sem átt að birta, ég veit ekki, en ég held að þetta sé kannski eitt af þeim málum sem að allir í nefndinni voru svona sammála hvað væri mikilvægt að koma á stað og væri svona grundvallaratriði til þess að ýta við svona líflegra atvinnulegu hérna á aukinni uppbyggingu. Þannig að mér langaði bara að spyrja hvort að þetta hefði eitthvað komið til tals í þeirri umræðu og starfsáætlun og hvort það sé eitthvað ástæða fyrir því að þessar auglýsingar hafi ekki verið birtar eða hefur ekki verið farið í þetta verkefni. Takk. Takk fyrir þetta, Guðveig. Forseti gefur orðið laust. Magnús Smári, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Það rétt að það hefur lögð áhersla á þetta og var rætt lítillega á fundinum þar sem var verið að tala móttöku áætlun og svona fyrir nýja íbúa og fyrirtæki. Ástæðan skilst mér fyrir því að þetta var ekki farið á stað með þetta á sínum tíma að sem sagt þetta einmitt með kortasjána og lóðir og annað sem að væru tilbúnar þegar þetta búa til svolítið svona betra umgjörð utan það að það væri svona auðveldara að kynna það fyrir þessum ágætu fyrirtæki sem við viljum fá með hvað hætti og hvar væri best að koma sér fyrir og hver kostnaðurinn væri við það og slíkt. Eitt af þessum málum bara sem að hafa tafist í kringum skipulagsmál hjá okkur. Ég bara tek þessu sem áskorun að ég taki bara málið upp á ný og trýsti bara á að þetta verði gert. Ég held einmitt að það sé þegar að þessi hluti af vinnunni komin á reynd að þá verði lagt á stað í þetta. Takk fyrir þetta, Magnús. Þórdís Sif hefur beðið orðið. Já, forseti, þetta er rétt, það hefur ekki farið fram, verið sett fram þessi auglýsing. Við erum búin að vinna mikið í að skoða lóðirnar, meta þær og í mörgum tilvikum er annaðhvort þörf á því að gera breytingar á deiliskipulagi eða það er ákveðin framkvæmd eftir á lóðunum sem við þurfum að laga. Það er ekki of mikið af lóðum í boði, allavega ekki í Borgarnesi. Það eru lóðir á Hvanneyri sem við þurfum að laga aðeins til og gera milligötur. En við höfum allavega tekið svolítið betur á því þegar fyrirtæki koma og leita til sveitarfélagsins og eru að vilja byggja upp, en það eru ákveðin skipulagsmál sem við þurfum að laga til þess að
hægt sé að gera enn betur. En ég tek undir með Magnúsi og Guðveig, þú veist, þetta er ótrúlega mikilvægt verkefni sem er bara að gera að taka þess á, að taka þess fastari tökum. En við höfum líka aðeins verið í samræðum við stofnanir sem eru að hrökklast út af öðrum svæðum vegna skipulagsmála. En það bara það má alltaf gera betur í þessum málum. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljóðs? Forseti ætla kannski aðeins að kveða sér ljóðs undir þessari fundargerð og þá raunverulega síðar í liðnum, eða liðnum með 32.2. Ég ætla nú bara að kannski árétta hvað er mikið spennandi verkefnum í gangi inn í þessari nefnd. Og hún var náttúrulega ákveðið tilraunaverkefni þegar hún var sett á laggirnar á sínum tíma og eitt stærsta markmið með henni var náttúrulega svolítið að taka á öllum þessum málum sem snúa að ásýnd sveitarfélagsins, bæði út á við, inn á við, samskipti við íbúana. Þetta var eitt liðurinn í stjórnsýslu úttektinni og þeim aðgerðum sem var farið í kjölfarið og þetta hún hefur verið að mótast svolítið. Það er nýr starfsmaður, það sita aðilar í nefndinni sem eru kannski ekki, það er svolítið blandaður hópur sveitarstjórnarfulltrúar og kannski aðrir sem bara áhugamenn markaðsmál og kemur oft mjög skemmtileg umræða og önnur sýn kannski frá nefndinni. En það er rosa gaman að sjá þau verkefni sem er verið að leiða inn og munu klárast á næsta ári. Það er búið að fara í töluverðar breytingar eins og Magnús var að tala um. Það er búið að og fór ágætlega yfir, ég ætla svo sem ekki að vera að endurtaka það. En þetta er góð viðbót sem hann taldi upp og við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð við markaðsherferðinni sem hefur verið í gangi og verið bæði í sjónvarpi og útvarpi og á samfélagsmiðlum og með slagorðinu býður þín í borgarbyggð og bara gaman að sjá það útvíkkað enn frekar eins og að gera þarna og svo náttúrulega mikilvæg mál eins og að halda aftur fyrirtækjaþing og heyra aftur í fyrirtækjum hvort þeim finnist eitthvað hafa breyst og það er alveg rétt hjá Guðveig, auðvitað viljum við gera betur hvað þetta varðar. En við vorum náttúrulega með heilmikið átak í gangi síðasta árið að koma út íbúðarhúsalóðum og það er búið að úthluta nánast öllum lóðum í sveitarfélaginu, allavega hérna í Borgarnesi og voru með afslætti og annað hvata til þess að reyna að fá fólk til að fara í framkvæmdir og höfum náttúrulega staðið fyrir stórum verkefnum líka sveitarfélagið, komið að verkefnum uppbyggingu heilu hverfi og íbúðarhúsnæði á víð og dreif sveitarfélagið. Bæði með því að láta í té lóðir og eins bara með öðrum hvötum eins og ég kom inn á áðan. En ég ætla bara að hvetja þessa nefnd áfram til dáða og ég finn að núna hún svolítið að finna taktinn. Það er svolítið munur finnst mér allavega á því sem að kemur frá nefndinni, kannski núna miðað við hvernig það var í upphafi. Þannig að ég held að við séum alveg á réttri leið. En að því sögðu ætla ég að gefa orðið laust aftur. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar framlögð. Þá erum við komin að fundargerðum fjallskilanefndanna. Það er fyrst liður 34, fjallskilanefnd Hítardalsréttar frá fundi, það er fundargerð frá fundi nefndarinnar númer 30 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, telst hún því framlögð. Þá er liður 35 og þar er að ræða fundargerð fjallskilanefndar Rauðskilsréttar frá fundi nefndarinnar númer 24 og orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá erum við komin að lið 36 og það er fundargerð fjallskilanefndar Grímsstaðaréttar frá fundi númer 34 og orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Þá er að liður 37 og það er fundargerð fjallskilanefndar Brekku- og Sveignaskarsréttar frá fundi númer 48 og orðið laust. Þá
Það engin sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Þá erum við komin að síðasta lið á fundadagskrá, en það fundargerð fjallskilanefndar Oddsstaðaréttar frá fundi númer 46 og orðið laust. Það engin sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerðin framlögð. En kæru fundarmenn, forseti þakkar sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar og málefnalegar umræður og starfsmönnum fyrir sitt framlag og síðast en ekki síst íbúum og öðrum áhugasömum fyrir áheyrnina og segir þessum ágæta fundi slitið.